Sæll Lárus, hvað fannst þér svona skilja liðið af í dag hjá? Mér fannst vörnin í okkur í seinni hálfleik vera mjög góð og það voru margir að leggja í púk í okkar liði og mér fannst ég kannski bara hafa aðeins meira bensín á tanknum bara síðustu mínúturnar til að klára þetta. Þannig að vörnin og margir að leggja í púkið. Það verðast vera svolítið svona svipuð lið, þú veist, eins og í fyrra hálfleik. Þeir byrjuðu á því að slá eitthvað svolítið út á laginu með góðri vörn. Já. Svo að samanskapi eins í seinni hálfleik. Já, þetta var svona eins og snerist, eins og dæmið það bara snúst við. Já, þeir spiluðu frábæra vörn á okkur í fyrra hálfleik. Við náðum bara, skora 2 stig eftir hraðefli og þeir náðu alltaf að setja vörnina sinna upp. Og ástæðan var svo að þeir voru að fá open look í sókninni og náðu alltaf að setja vörnina. En svo fannst mér svona vörnin okkur smetlaði í seinni hálfleik, en við fengum nokkur opnu færi og svo náttúrulega svín hittum við í seinni hálfleik. Það má náttúrulega ekkert gleyma því og það... Nei, það var mun betri nýting hjá Stjörnunni í fyrra hálfleik. Já, og mun betri í okkur í seinni. Já. Og mistökunum fjölgaði þegar vörnin styrktist. Já, í rauninni, þú veist, það var já, það er auðvitað að líta vel út þegar maður svín hittir. En Styrmir virtist vera fyrir ykkur en Hjalki í leiknum. Já, ég held að það bara snúið sig eitthvað aðeins. Þannig að við svona gátum alveg píntan eitthvað, en það voru bara aðrir að spila svo vel, þannig að við ákveðum bara, sjúkraþjálfarinn sagði bara að við skulum bara hvíla. Ég sá byrjaði með Halldór Garðar og Larry Thomas í seinni. Já, við breyttum aðeins byrjunarliðinu, við settum Halldór Garðar, Larry Thomas og Raka Braga í byrjunarliðinu. Það var bara svona til þess að fá aðeins meira bólhalling inn á völlinu og þeir voru að pressa Larry svolítið mikið, þannig að við svona leitum Dóra meira taka upp boltann og Larry gat aðeins spila af boltanum. Það er gaman að sjá Emil koma og setja nokkra þrista fyrir ykkur. Já, nokkra þrista og 10 frákast. Ekki glemma því. Nei. Herðu, það er ÍR í næsta leik. Það er ÍR á... Er stigamett? Á mánudaginn. Já. Er stigamett framöndan eins og síðast eða? Nei. Ég held að það sé bara ekki möguleiki. Það var bara einhver svona leikur sem þeir hittaði alveg hræðilegan dag og voru bara þreyttir í löppunum og nýbúin að þeir voru bara lúnir og við hittum okkur frábæran skotleik. Nei, ég býst ekki við því. En gaman að vera búið að fá áhorfenda aftur? Já, það er náttúrulega munur öllu. Þetta gefur svo bara lit. Líka bara, ég held að sé, kannski ekki fyrir okkur þjálfarinn skiptir þetta ekki máli, ég held að það er svona strákan sem er að spila. Þeir þekkja líka áhorfendur svo vel strákanir hérna. Við erum með þannig kjarna á leikmönnum sem eru margir Íslendingar sem spila hjá okkur, sem hafa verið með þessa áhorfendur lengi. Þannig að þeir svona fýta á þeim, áhorfendur þeir svona fóðra á orku. Já, maður heyrði það eins og býðum þetta í seinni. Já, þú heyrðir svona þessi í þeim og maður sér svona strákandir svona leita til stúkunar þegar þeir eru búin að hitta og gera go play. Herðu, takk kærlega fyrir og bara gangið þér. Takk sem leis. Gangið þér vel.